Góðan daginn, góðan og blessaðan föstudagsmorgun fyrir ykkur sem eruð að hlusta í bílnum á leiðinni í vinnuna og því hinn sem eru ekki að hlusta á föstudegi, góðan daginn eða kvöldið eða hvað sem það er til ykkar. Veistu okkur að það er engin stúrin frá túrin? Nei. Drekka Lavazza. Já, þetta er... Lavazza frá túrin. Jöfull er hann góður maður. Já, þetta segja þér á Ítalíu. Vasa. Vasa? Lavazza. Já. Herði, já, verið velkomin í föstudagskaffi dagsins. Ég heiti Arnar Þór og á móti með situr Yngvi Þór. Yes sir. Og já, við erum svona nokkuð brattir bara í dag. Já, það er þungu fargi á okkur létt eftir þessa ömulega sveitastjórnar yfirferð. Já, þið bara endilega hlustið á það. Já, ég hef ekki. Hlustið bara á þennan þátt og spóliði yfir síðustu tvo. Já, þetta var náttúrulega þung yfirferð. Já, ég er búin að reyna... Þetta var þetta þungt. Við vissum að þetta yrði martröð einhvern veginn svona bara fljótlega eftir að við byrjuðum að fara yfir þetta. Ég held líka lært hellingi í væntingastjórnun. Já. Ég sjálfur hafði gert uppi með eins og við værum að fara svona ganga Jakobsveginn. Já. Upplýði að það geti verið eitthvað glóri í kringu það. Mann alltaf að Sölvi Tryggva í einhverjum podcastu var að tala Jakobsveginn og þarna færðu hugmyndir og fleira gott sko. Já. Og þetta er náttúrulega einn þekktasta pílagrímsleiðin. Já. En mér líður bara eins og við höfum byrjað að labba að stað, brattir. Já. Svo var ég bara komið krampa þarna eftir einhverja 2 kílómetra. Og ég held að ég hefði tórt aðeins lengur. Já. En þó ekki mikið. Sólsting og bara nefndis ekki og þú svona dróst mig yfir endalínuna. Já, þetta var, sko, þetta er náttúrulega eins og ég hef komið inn á áður. Þetta er bara önnur tegund af bara ársendingum, þessi sveitastjórnarmál. Já, þetta var ekki okkar pílagrímsferð. Nei, í rauninni ekki. Við lofum okkur að halda okkur frá þessu. Og eitthvað skemmtilegt. Já, allavega halda okkur frá sveitastjórnarkortingunum. Já. En, herru, þátturinn... Flestir til að fara að kjósa. Já, þátturinn er boðið Brauð og Kó og Lavazza. Yes. Í dag er föstudagurinn 13. Yngvi. Úff, það veit ekki gott. Nei, það er nefnilega hérna, og þú veist, það er náttúrulega risa helgi framöndan. Það eru kosningar, það eru úrslit í FA-bikarnum, Chelsea-Liverpool og síðast en ekki fjandan síst, það var Eurovision. Já. My favorite. Þú veist, það verða engar áhættur teknar þennan föstudaginn, sko. Ég bara helst að labba heim og vera með hjálm. Já. Og ég verð bara að halda mér á lífi til að upplifa þennan morgundag. Laugardaginn? Já. Það er föstudagurinn 13. Sko. Þetta er hættulegur dag. Já. Þannig að það verða engar áhættur teknar. Og við biðjum fólk að fara varlega í umferðinni sem er hérna algjörlega. Búið að skipta yfir okkur frá þríeykinu og gefur okkur séns hérna á leiðinni í vinnuna. En við erum að vanda svona, með einhver umfjöldunarefni í dag. Þetta var nú þokkalega viðburðarík fréttavika. Og margt sem kom fram en við ætlum svona að stikla á stóru, taka þetta skemmtilega. Þú ert með eitthvað, ég er með svona eina konkrétt. Já, viltu kannski að ég byrja bara? Já, það er ekki bara taka öfuga stafrósröð í dag. Já, ég skal byrja á að taka hérna Iconic, geti ekki hægt að sletta? Hvað er að hendi í staðin fyrir Iconic? Iconist, er það nýr eða? Ég veit það ekki. Fyrir til vikunni var tilkynnt að... Já, tákgrænt. Já. Er það ekki? Svona... Tákgrænt. Já, það er léleg því kannski. Það veit ekki hvað það er. Ok, fyrir vikunni var allavega tilkynnt að Apple, við þekkjum þá, myndi hætta framleiðslu á hinnum Iconic iPod Classic sem fyrst leit dagsins ljós árið 2001. Já. Og Viðar í Brauð og Kó var einfallega með eina spurningu. Veistu hvað það kvikindi á með mörg gigabæt? Fyrsti iPodin? Já. 512 megabæt, þetta hálf gigabæt. Nei, það er nefnilega, hann náði að torka í 5 gigabæt. Nú er það? Já, samkvæmt því sem ég las. 5 gigabæt, það er mjög óvenjuleg samt starð. Þetta er yfirleitt 4, 8, þú veist, 16. Já, það er enda rétt. Ætli ég sé að skýta á mig í research hérna. Það stóð 5 gigabæt, gat geimt alltaf 1000 lög, það var svona viðmiðið. Okay. Og hann kostaði $399. Og hann ákvæmt góðu punktu með 4, 8, 16, 30. Það gæti verið samt að fyrsti hafi verið eitthvað, þú veist, eitthvað úr kynja, sko, ég veit það ekki. Og ég ætlaði einfallega bara að spyrja þig, manstu hvar þú varst þegar þú sást fyrst skipta iPod? Já, ótrúlegt samt að þú sér að spyrja. Nei, ég held að fleiri sem er að hlusta munu byrja að rifja upp í þetta. Hvenær sá ég fyrst iPodin? Ég var sko, hvort það hafi verið í öðrum bekk eitthvað. Nei, þetta er 2001. Já, þá er ég í öðrum bekk.
fyrsta er öðru bekk. Vá, það passar. Já. Ég man að vinur minn kemur með þetta ferlíki. Þetta í tíma. Lítill klumpur. Já, einhver klumpur. Við vorum í ritvinnslu. Vá, bara ótrúlegt og þetta er bara eina af mínum fyrstu minningum. Sko. Já. Og það er þetta helviti magna. Já, ég man einmitt að ég vissi ekkert hvað þetta var, sko. Þú veist, maður hafði séð MP3 spilarana, þetta litlu anskotana. Maður var náttúrulega ennþá með Vasadisko á þessum tíma, sko. Walkman var hvað? MP3 eða Vasa? Það var fyrir mína tíð, sko. Ég var byrjað að vera með Vasadisko en svona 5, 6, 7 eitthvað, sko. Já, og svo komið MP3. Ég reynda fór aldrei í MP3-spilaran. Ég skipaði beint úr Vasadiskónu yfir í iPodin bara svona, kannski að það hafi verið 2003 sem ég fekk með fyrsta. Geti ég trúið, 10 ára. Ætli það skilja okkur, þú ert náttúrulega á klámkynnslóðinni. Já. Ég er Generation Upsilon. Nei, ég er Millennial. Og þú ert Porn. Er klámkynnslóðin, er hún ekki hún er aðeins neðar, sko. Hún er aðeins neðar. Ég er Millennial, held ég. Já, við erum það báðir. Já, ég hugsa það. Heyrðu, þú manst hvað það varst? Já, ég man hvað ég var. Þetta var ótrúlega tilraun að skuli spyrja. Gaman að rifa svona upp. Þetta var bara svona eins og ég var að sjá Gameskip, sko. Maður vissi ekkert hvað maður, þú veist, bara lístur skjár og þú veist, ringurinn sem hún snérir. Já, það var það sem ég ætla að koma inn á. Ég man, sko, ég er nú reyndan aðeins að velta fyrir hvort mér sé að fatast flugið með minnir að ég hafi verið í 8. bekk í Árbæðaskóla þegar ég sá þetta fyrst. Já, menna það. Ég gæti hafa verið í 3. bekk þarna, skilur, ég man það. 2004, kannski sá ég hann bara 3 árum seinna, sko. Og þá varðið þú í 5. bekk þá. En burt ég frá því, þá var það sem að vakti athygli okkar, var ringurinn, hvernig þú snérir. Þetta var náttúrulega... Þetta var brilljant nýjung. Jobsarinn maður, hvernig datt hann þetta í hug? Það verður eitthvað sveppatrippið þegar hann datt í hug bara, heyrðu, eigum við ekki bara að hafa eitthvað tring hérna til að rúlla upp og niður? Í þessum frumkvæli, ég meina, hann var fyrstu með músina til dæmis. Þú veist, mús þekktist ekki á neytendatölvum, sko. Nei. Þú veist, bara lengi vel, sko. Nei. Og þú veist, músin, sturlu uppgötun, svo núna þessi ringur þarna. Skýrðu þið hann hana mús líka, veistu það? Já, og það er enda skemmtileg saga bak við það. Nei, hvort einhver hafi verið að ljúga mér. Ég man ekki, nei, ég ætla ekki að segja þetta eins og niður. Það er oft grunnskil á milli þess að vera á svelli og vera að belja á svelli, sko, þannig að þú þarft að passa þig. Nei, og einhvers staðar heyrði ég samt að þetta hafi verið kallað más, bara út af því að það var einhver mús sem kom, þú veist, sem var í herberginu eða eitthvað, sem kom inn á fundi. Jobsarinn á sveppum. Þetta er fáránleg. Einhver hefur logið þess að því er vonandi verður við fact-checkar. Já. Annars gerðu við ég ætla ekki að fakta þetta, sant, sko. Heyrðu, burt ég frá Jobs og öllum hans frábæru trippum og hugmyndum og vörum. Fyrsta árið, segast 2001-2002, var selt í kringum 1 milljón eintök sem óx svo ár frá ári þangað til árið 2008 þegar þetta svona toppaði sig. Þegar hæstlét var iPodin 40% af tekjum Apple. Og þá þeir seldu 60 milljón eintök árið 2006. Önnur einföld spurning til þín. Veistu hver velti iPodinum úr sessi? Hvaða maður? Hvaða manneskja? Í rauninni hvaða vara? Hvaða vara? Byrjuðu mér að hugsa. Hvað var Spotify eða? Nei, það var iPhone-in. iPhone-in. Okay. Það var í raun iPhone-in sem kom inn 2007 og lagði grunninn að falli iPod enda... Þú veist, iPod saminæst bara iPhone. Já. En í markaðsfræðanum, ég er með smá dúdúr hérna og kennslu, heitir þetta Product Cannibalization. Það er sem þegar þú býr til í rauninni vöru sem getur keppt í þína eigin. Og í mörgum tilfellum getur staðkvæmd að vara sótt inn á nýjan markað og ekki beint í éti af kökunni, heldur stækka hana. En í þessu tilfelli þá kom náttúrulega mjög fljótt í ljós að þegar iPhone-in var með öll að sömu virkni og iPod-in, að þá var ekki beint þörf fyrir það að vera að kaupa iPod þegar þú keypt iPhone-in aðeins dýrari með flest allt. Þannig að það má í rauninni segja að iPhone-in hafi bara getið markastöð. Ég ætla að fá að skjóta þetta aðeins inn, sko. Það var ekki Steve Jobs sem uppgötaði tölvumúsina, sko. En það er eitt samt í þessu. Það er eins og ég segi, það er oft grunnt. Það er oft grunnt. Það samt kom fram, ég sverða að þau hafi verið fyrstu til að innleiða þetta á einhverju svona, þú veist, neyslu eða svona, hvað heitir það? Nei, á bara tölvur. Heimilistölvur, eitthvað þannig, sko. En já, þetta músin var... Leiðréttist það hér með. Já, takk fyrir það. Og þetta músadótandinn á fundinum bara gleymið því. Gleymið þetta hafi gerst. Þetta er góð saga inn í helgina.
helgi liðinni, ætli þetta verið það sem standi upp úr hjá einhverjum sem að hlusta? Nei, ég varst það er nóg annað á dagskráni sko. Nei, akkurat. En já, eins og þannig bara svona frá að ljúka þessu, eins og við vitum í dag, þá er náttúrulega engin ástæða til að eiga bæði iPod og iPhone, nema að halda í einhverja nostalgíu. Og Apple hefur sagt að iPodarnir verða seldir svo lengi sem byrðir endast. Okay. Og þess vegna vildi ég svona vera með lokapunktin að tala byrðir og aðeins skúpa á okkar ástkæra hlustendur, hlustið nú, leggjum við hlustir, brettu við bermar og ég ætla að hvetja ykkur til að kíkja niður í geymslu því eftirspurnin eftir iPodum hefur strax sprungið upp og það er farið að selja gömul eintök á eBay og það hæst listaði iPodin sem ég sá, ekki seldur, en listaður á því verði og margir á því verðbili $44.995. Shit. Fyrir iPod frá 2001 inn í svigastendur rare. Þannig hann er sjaldgefur. Og af hvaða tegund var hann? Þú veist, það kom nú, þetta er rauninni bara kallað iPod Classic. Svo urðu þeir, já nú kannski geta verið með smá vöruþróuna, þeir urðu þarna lín, þetta var ekki þessi klumpur. Já, ég náttúrulega skemmdi svona 10 iPoda sko. Já. Á sínu tíma sko, ég átti þetta allt sko. Já. Þetta var allt tryggt sko, þannig að ég fekk alltaf, þú veist. Þú braust eitt á næsti? Já, bara næsti, þá tók ég næsta fyrir ofan. Já. En þetta, en sko... Sóley sjóa og eru ekki verið góð vinkona hérna þessum tíma. Nei, hvað sem hún hét blessunin. Já. En, nei, ég hef sennilega ekki verið vinsæll. En já, þannig að þú loka skilabóðin bara. Ef þú átt iPod, farðu hann í geymslu eða kjallara og reynda að grafa hann upp og hver veit nema og geti selt hann. En þessi rare sem þú talar hann er væntanlega bara í pakningunum og öllu. Nei, þetta var bara notað, bara iPod, já, fullt, kíkta á þetta á eBay. Jésús maður. Þannig að þetta er bara eins og lítil góð gullstöng í verðbólgunan skeira. Ég gæti nú átt eitt stykki, sko. Já. Það er að fara að kíkja á það. Ég vil ekki að tilenga þessa verðbólgu Ásgeiri Seðlabankastjóra. Þetta er verðbólgunan skeira. Já. Er það ekki? Jú. Ég fekk einmitt, það var þarna sem ég ætlaði að koma fyrst, sko. Ég fekk einmitt þarna... Það nú ekki fara að skrifa verðbólgun og hans samt? Verðbólgun að skeira, það er bara hérna af. Ég fekk einmitt þarna símtala norðan hann. Eru þið félagarnir að færa samkeppni en hann ísbíl? Hvað? Ég vissi ekki að hann Arnar hérna væri hann bílstjóri. Hvað þetta fara? Mér fannst hann grenja svo mikið af þessum stýrivöxtum að ég held að hann væri að fara að keyra vælubílinn. Jesús Kristur maður. Þetta er langsóttu djók. Já. Ég meina, jú, ég fekk mín komment á þetta, eitthvað að ég væri að væla yfir þessum stýrivöxtum, en þú veist, sko, það, og ég fekk þetta, hvað ertu bara úr eitthvað samfylkingar, eitthvað vinstri, sko, þú veist, eitthvað svona komment sem að ég bara... Ég mitt var spurður... Ég nenni ekki að, sko... Eru þið félagarnir W? Já, ég meina, að tala gegn lélegri hagstjórn, það er ekki flokksbundið. Það hefur ekkert með það að gera, hvaða flokki ég styð, sko. Þú veist, það er bara... Og auk þess er ég ekki flokksbundin, sko. Þú ert í vinum Mosfellsbæjar, svo það komið Nei, ég er ekki flokksbundin, þetta kemur, sko, í rauninni, þetta kemur því bara ekkert við, sko. Við förum ekki að láta verðbólguna skeira eyðileggja þennan þátt, áfram við smjöri. Nei, þetta er ekkert verðbólgan hans. Þetta er verðbólgan að skeira. Þetta var bara slakar ákvarðanir sem voru teknar, punktur. Það er minn punktur hérna. En þá hefur við kannski til með að nefna seinni samstagsaðal okkar hér í föstudagskaffinu sem er Brauð & Co. Yes, sir. Og við viljum benda á það að við erum komin með kóða hjá Brauð & Co. sem er þá einfallega bara pingjan og við bara viljum hvetja hlustendur til að pikki yfirmanninn og láta vita að þau eru komið með svona tilboð á svona hóppakkatilboð. Já. Og þar sem þú getur keypt bara pakka fyrir 2-4, 5-8 eða 9-12. Konceptið er brunch. Já, svona, einhvers konar, bara föstudagskaffi. Já, föstudagskaffi. Þannig að ef þið setið pingjan í afsláttargáttina, þá fáið þið 15% afslátt. Já. Þannig að við viljum endilega hvetja ykkur til að pikka yfirmanninn eða ef þú ert yfirmann sjálfur, bara í guðanabænum. Geðu starfsfólkinu gott að borða. Og einfaldast að fara bara á brauðandco.is í dýðan á panta, tek pakka fyrir 3 og svo bara keiri í sig. Þannig að á föstudagskaffinu eða bara inn í helgina, þetta er svo fínt að vera búin aðeins. Það er geðveikt helga líka, átt með 4 manna fjölskyldu og bara pandan og pakka. Svo er náttúrulega eitt sem þú þekkir sem að þarf að adressa, það er náttúrulega þunn lína, en nú er þetta þriðja þunna línan í þættinu. Nei, þá grunnlína á þann. Að það er að mæta og snemma þegar brauðið er ennþá heitt.
og svo í lokin þegar, hvað var aftur, það er ekki verið kalt en það er bara svona búið að stabilisast sko. Já. Galdurinn held ég við að vera að panta þetta að mögulega getur bara verið að sækja þetta á fullkomum tíma. Já, þú veist, algjörlega. Það er það sem að þú getur náttúrulega stilt tíman. Já. Bara hvaða dag og hvaða tíma og getur pantað fram í tíman. Já, þá ertu ekki lendi í röð og einhver svona bulli, sko. Klálega. Já. En úr því yfir í Eurovision. Nú er ég, náttúrulega hlustendur kannski vita það ekki, en ég er Eurovision maniac, sko. Já. Það komir alveg hrikalega ég geri það í frístundum mínum að skoða bara gamla stigagjafir sko. Nei. Og það er reynda rosalegt. Þú veist, já, hlusta ekki á podcast en ég skoða gamla stigagjafir í Eurovision. Já, og svo það komið fram, ég hlusta hana einungis á skandinavisk podcast. Já, dönsk aðalega. Dönsk, mjög góð, mörg. Aðeins Eurovision sko, bara því að það er svona stemningi núna, það er Eurovision á morgun og sko, ég vildi aðeins fara svona yfir fjármál Eurovision. Það var svona það sem ég lagði upp með til að byrja með. Já, akkurat. Nú hef ég ekki mikið spáð í þeim ótrúlega satt, sko. En núna þegar ég fór að svona, bara kíkja yfir þetta, fór að googla mig áfram þetta, þá kemur bara í ljósa að þú veist, þetta eru frekar duldar tölur. Já, sem sagt Euro-hagkerfið. Já, sko, Eurovision er náttúrulega fyrst og fremst, þetta er óhagnaðardrifin keppni. Og hún er rekin af sambandi Evrópskra sjónvarpsstöðva, EBU, European Broadcasting Union. Ok. Og er það stéttafélag eitthvað? Nei, þetta er bara Sólveig Anna að taka það yfir næst. Bara stéttafélag fyrir Evrópskar sjónvarpsstöðvar. Þau ekki henda Sólveig þangað og móka öllum út og... Ég meina, þau geta skoðað þann möguleika, en þetta er stofnað 1950, þannig að þetta er æva gamalt. Eins og ég segi, þetta er, sko, löndin eru ekki skildug til að gefa upp þessi framlög, sko. Þess vegna er rosalega erfitt að hafa upp á einhverju. En það sem er þó vitað er að stærstu löndin, þau borga mest. Það er þá Bretland, Frakkland, Ítalía, Spánn og Þýskaland. Og eina sem ég hafði raun upp úr þessu krafsi var að Bretar borguðu 310.000 pund árið 2012. Nei, ok. Sem eru 10 árum síðan. Sem eru þetta ekki 50 milljónir. Jú, 52 eða 170 í dag, skilur að þú veist að verðlagi þá væntanlega eitthvað hærra í íslenskum krónum, sko. Já. En svo sko, það sem að, þau fjármagna sér náttúrulega með þessum framlögum. Og eins og ég segi, þessi 5 lönd borga mest, en það er talað að þetta contribution fee sé summir upp í 6,2 milljónir evra. Og ef við smetlum því inn í reiknivélina, ég hefði náttúrulega hefði átt að vera búin að því fyrir. Já, ekki mál. Ég meina bónusspurningu, hún er mjög erfið. Þetta eru tæpar 900 milljónir íslenskra króna. Ekki meira? Nei, nefnilega ekki, sko. Er það þess vegna sem að bónusspurningin er? Hefur ekki alltaf heyrt þetta, það er nú bara ágætt að við unnum ekki í Eurovision. Þetta myndi bara sitja þjóðin og hausin að halda þetta. Já, en svo er það. Ég kem inn á það líka. Ok, sjáðu til. En þessar 6,2 milljónir evra eru að sjálfsögðu ekki allt. En þetta er svona hlutfallað eftir löndum. Ég veit ekki hvort þið farið eftir mannfjölda eða bara hagkerfi eða per capita, þú veist, útreikningum eða hvernig það er. Er þetta svona eins og stoppvísitala þorsks? Við tökum meðalþyngdina. Ókvarðuð meðalþyngd eftir svæðum. Já. Og svo kvarðaða staðbundna stofnstærð. Já. Þannig að Pólland er að koma mjög vel út, léttir á sér, þurfa ekkert að borga neitt sérstaklega. Nei. Herðu, en allavega með sko svo er það merkilega að sko þau tala að þetta sé á milli 10 til 20 milljónir evra sem að hosting borgar, sem sagt hosting broadcaster. Já, það er það sem að situr okkur á hausinu ef við vinnum þetta. Hvað segirðu? Við þyrftum að borga 10 til 20. Það er talað það að þú veist að það hefur oft lengi verið talað að Ísland bara besti árangur sem að Ísland getur náðir fyrir okkur er bara annarsæti. Já, við viljum ekki vinna og eitthvað. En þetta eru þess að 10 til 20 milljónir evra sem að þú veist eru hvað er þetta? Bannablóta? Já, sorry. Í dimmum vetri. Þetta er allavega einhverjar, þú veist, tæpir 3 milljónar. Já, ok. En þú veist, ef við förum í 20 miljón evra sem að þau eru að fá sagt, í contribution þá frá hostinum. En svo er það að
það er talað að Ísland geti farið á hausinn. En svo fann ég einhverja rannsókn. Já. Hvað? Nei, bara þegar þetta sett í samhengi svona, sko. Ég hafði aldrei gert mig grein fyrir að það væri bara þjóðargjaldþrot að við þyrftum að borga þarna 3 milljarða í Eurovision. En svo er náttúrulega það sem að fólk þarf að taka inn í reikningi líka er bara auglýsingin fyrir landið. Og ég fann einhverja rannsókn hérna, það í alvörinu búið að gera einhvers konar ritrýnda grein þetta. Does winning Eurovision impact a country's economy? Já, þannig erum við að tala saman. Og hérna, það kemur hérna fram bara conclusion, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt, þetta er eitthvað svakalegt hérna. Já, bara beint í samantekna. Sko, það er bara winning Eurovision has a significant effect on economic indicators within a country, the most notable being increase in international tourism spending, tax revenue and exports. Þannig að það er talað eigur túrisma, skattekjur og útflutning. Takk fyrir að þýða þetta. Þannig að svífur að hæstu hæðu. Það er einhvers konar ábati fyrir land að halda þetta. Maður getur alveg ímyndað sér það að þú veist að þetta er náttúrulega kemur gífulega mikið af fólki, ekkert bara fólki sem er á keppninni, þú veist, það er fullt fleira fólk sem mætir hana bara til að vera í stemningunni núna í túrin. Já, en veistu af hverju enginn er stúrin frá túrin? Nei. Lavazza. Já, það drekkaði Lavazza þar. Drekkaði Lavazza. Alveg rétt. Ég var nú að googla þetta með stúrin, sko, þetta er svolítið, það eru unnugur, stykkur, stuttur í spuna, kjarklauts, hryggur, geðstyrður og svo sifjaður. Já. Þannig að þetta er Ítalinn hefur rétt fyrir sér, sko. Þegar við segja, veistu af hverju enginn er stúrin frá túrin? Við drekkum með Lavazza. Nákvæmlega. En með sko einmitt þennan ábata fyrir samfélag sem er að halda þetta. Já. Að þá Bjarni er að hlusta, svo. Já. En þetta var sko keppnin 2021, hún kostaði 19 milljónir evra. Þannig að en svo er þetta náttúrulega, þetta er óhagnaðardrifið. Og ef að þau kom út í hagnaði þá greiða þau afgangin út hlutfallslega tilbaka til landana, til sjónvarsstöðvanna. Já, ok, ekki til þess sem að heldur keppnina. Nei, ok, greinilega ekki. Þú veist, til þeirra væntanlega í einhverju hlutfalli líka. Já. En hann, borgarstjóri Rotterdam sem keppnin var haldin í Rotterdam í fyrra. Já, vinnur okkar, Pétur. Já, hann var mjög ánægður með útkomuna síðast. Og það var alveg gríðarleg aukning í veltu bara í kringum, þú veist, í borginni, í kringum Eurovision. Já. Og í hverju þá? Og aðalega í hótelbókanir. Það kemur hérna sérstaklega fram. Já, ég reyndi að sé hérna Mayor of Rotterdam er Ahmed Abu Taleb. Já, ég var ekki með nafnið á honum, en það var allan aukin velta þarna og svo er það náttúrulega talandi um aukna veltu. Við finnum það hérna á Íslandi líka. Ég náttúrulega hringdi í ágætan mann til að spurja þennan bara svona snakk og bjórgeira. Já. Hvernig, þú veist, hvað er Eurovision, hversu stórt er það? Út frá bara svona miðað við venjulega viku. Já. Og hann talaði að þetta væri sko, stærsta væri áramót, Eurovision, páskar og verslunarhelgin. Það eru þessir 4 tindar í sölu yfir árið, eða ekki? Jú. Já, flott. Og hann talaði það að Eurovision væri svona kannski 30% aukning frá venjulegri viku. Ok. Í sölu á snakki og á bjór þá. Já. Þannig að það er ýmisleg kaupmennska fólkin í þessu Eurovision batteríi, sko. Sama hvar þú ert í heiminum, sko. Þannig að þetta er ekki Hvannadalshnjúkur. Þetta er svona... Nei, já, hann talaði þetta, sko, áramótin og verslunarmannahelgin væri nú sennilega stærri Eurovision. Stærst. Segjum að áramótin sé Hvannadalshnjúkur. Já. Versló sé Sveinstindur. Þá er þetta á milli Snæbreið og Bárðarbungu. Já, bara if you like, sko. Já, bara... flott. Ég þekki nokkra fjallgarpa sem að vilja skilja allt svona bara út frá hæstu tindum. En já, þetta er svona cirka summeringin, en svo er náttúrulega líka, þú veist, þau auglýsa. Þau er ekki bara að rúlla á framlögunum sem slíkum frá þjóðunum, þau eru að auglýsa eins og ég veit ekki, kannski manstu eftir My Heritage, það er gott dæmi, 2019. Þetta er DNA, fyndu uppbrunaðinn. Ég meira þess að, þú veist, nú... Ertu að lýsa fyrirtæki eða lagi? Hvað segirðu? Ertu að tala um lag eða fyrirtæki? Nei, fyrirtæki. Já, nei, ég manni... Og ég féll fyrir því, alveg killiflatur, sko. Ég keypti þetta handa mömmu, sko. Og þá er þetta þannig að þú
eitthvað, fær svona prik og makar innan munnin bara og sendir þetta svo út og svo farið bara að vita, þú veist, upprunniðin, hvaðan þú ert í heiminum og eitthvað svona. Er þetta eitthvað svona íslensk erfðagreining á... Já, svona... Er þetta erlend erfðagreining? Já, þetta er svona neytendavæn íslensk erfðagreining, sko. Já. Og þannig að, þú veist, ég reyndi að grafa upp tölu hvað þau var að borga fyrir að fá að auglýsa hjá þeim, sko. Eða hvað þau var að rukka fyrir auglýsinguna og það kom nú ekki. Svo er þetta bara, þú veist, þessi miðasala og alls konar þetta. Þannig að, þú veist, þetta er auðvitað, þau eru auðvitað að rakin slatta af seðlum þarna, sko. Já. En er þetta allt í vasan á einhverjum? Jón Óla Sand kannski. Já. Þú veist náttúrulega ekkert hver það er. Nei. En hvað er svona þín sterkasta Euro-minning? Ég var að vera svona smá losti, ég var að hugsa hvað er brenglað. Ég tengi svo sterkt við þegar Palli var. Það er held í 95 í leður glans, galla. Palli 97. Er það 97? Já. Hann að býja á Blöndósi. Já. Man eftir að horta á þetta. Já, Svo er það Jóhanna, 2009. Nei, Selma, já, 2001. Selma 99. Já, ég er ekki að reyna að testa þetta. Já, bara svona að sjá hvað þú stendur. Ég er algjör maniak. Ég get sagt þig hvert einasta íslenska lag og hvert einasta sigurlag frá upphafi, sko. Hann var flottur hún á 2013 þessi Daði. Ekki alveg, en hérna, mín sterkasta Eurominning, mín fyrsta er náttúrulega af Selmu, það er 99. Já. Þá er ég, þú veist, á 7. aldursári. Það er 2 árum með áður og manst eftir fyrsta iPodnum. Já, í rauninni, sko. Svo er ég, svona áætla 2001, gæti hafa verið 2002, ég veit það ekki. Já. En allavega þá, sko, keppni sem ég man, þú veist, fyrsta keppni sem ég man bara 100% eftir var 2001. Já. Sem var haldinn á Parkinn og þar voru 42.000 áhorfendur, þeir flestu í sögu Eurovision, sko. Og þetta var sturlu keppni, Ísland vann gegn öllum líkum, sko. Já. Og hérna Danmörk, það heldur allir að Danmörk myndi vinna, Rollo og King með hérna I Never Ever Let You Go, geðveikt lag. Já, alveg rétt. I'll never ever let you go. En unnu þeir ekki? Nei, lendi í öðru, sko. Já. Ísland vann bara gegn öllum líkum, sko. Það byrju var ekki Selma í öðru? Hættu þessu. Já. Við vorum með tú trikki þetta ár. Já, þú ert komið þangað. Ok. Það er 2001. Selma var í öðru seti 99. Ég er að segja, 2001, það er svona mín sterkasta einhvern veginn. Fyrsta kemsi í mann alveg 100% eftir og þá eiginlega kviknaði þessi bakteri hjá mér, sko. Já. Þannig að ég er hann að 7-8 á 8. aldursári bara orðin eiginlega maniac, sko. Og ég horfði, sko, ég tók þetta upp á spólu, sko. Horfði á þetta svoleiðis. Ég held ángriðs spólan eðilaði, sko. Ég hef horfði á þetta svona 300 sinnum, sko. Já. En nóg það. En allavega, þetta var svona mitt input inn í föstaskafið. Þetta er svona eins og þrá sem laðar, brennu sem bál. Hvað er þetta að lesa upp núna? Þetta er úr textanum núna með Hækkandi sól. Já, minna það. Liggur í lein. Ég verð nú að viðurkenna það. Ég kann ekki lagið, sko. Frábært lag. Já. Heyrðu, ég held með þeim, eðlilega. Þetta er bara frábært að fá þær áfram. En hvernig var þetta með snakk og bús? Bara biluð velta, biluð sala? Já, biluð sala 30%. Hvað selst best? Snakkið? Já, það er snakkið talaðanum. Já. Það var nú sennilega mesta aukningin í því. Og bjór? Já, snakk og bjór, sko. Já, ég geti nú trúað því að snakkið væri einhvern veginn, þú veist, út frá meðaltali, herri aukning á því. Heldur í bjórnum? Heldur í bjórnum, sko. Íslendingar eru kortið drekkandi allar helgar, sko. En, já. En þá kannski komum við inn á okkar frábæri samstarfsaðilega. Þegar ég segi la, þá segir þú vatsa. Vatsa. Yes. Við kunnum þeim bestu þakkir fyrir samstarfið. Já. Hér er ég gæðandi mér á einu fjólubláum sem fyrr. Já, klukkan er seint á 50. Þannig að þú ert í bláum. Já, ég er í bláum, decaf. En svona öllu ganni sleftu, þá finnst mér bleikur eiginlega bestur á mótnana. Hann er 5, hann er mildur. Já. Og ég reyni að drekka 4-5 fyrir hátti af honum. Þetta heitir að sækja í skjálftan hjá mér. Þá drekki ég eins mikið kaffe og ég geti þess að fá hann að skjálta. Þá get ég farið að vinna. En það er allan engin stúrin í túrin, þökk sé Lavazza. En þá komum við kannski inn á stærstu frétt vikunar í crypto. Já, gat verið. Heyrðu, það gaf góða raun í síðustu viku að hérna dansaði hans á línunni á milli raunhagkerfis og hvað kölluðu þetta hagkerfi? The Fugazi. Já, því að núna er ég ekki sko í rafeignum. Ég er bara
Þetta straight up RAV eirinn sko. Þetta kryptóið og fyrir marga þetta búin að vera erfið vika. Flesti markaði rauðir, allt í skít, verðbólgan á leiðinu upp, takk fyrir það Ásgeir. Láttu mig þekka það. Ekkert sérstaklega góðar horfur framundan og munu nú einhverju hugga sig við þessa helgi. Andinn hafi að það ansi margt í gangi. En það fara margir blankir inn í hana sko. Já, og þá sérstaklega fyrir þá sem eru búin að sitja dágóðan hlut á æfispartnanum í Luna. Já. Því þar líklega allt í helvíti sko. Þar allt farið fjandans til maður. Já. Bittu fyrir þér sko. Og ég ætla bara að taka mig til og útskýra þetta eins og sett 5 ára. Já. Og ég bið hlustendur og þig afsökunar á því að þarna einfalda þetta of mikið. En þetta ekki fyrir meðalgreindan mann að skilja á fyrstu lesningu sko. Nei, líklega ekki. En þannig að ég fljóta aðeins yfir þetta. Cryptocurrency kallað currency eða gjaldmiðill. Svo til eitthvað sem heitir stablecoin sem búið til. Það í raun cryptocurrency eða rafeyrir eða rafgjaldmiðill. En það sem þeim snillingum datt í hug með stablecoin var að þú þurftir að binda þetta við einhvern annan gjaldmiðil til þess að auka traust. Og sem sagt Luna þetta bundið við dollar og kenningin hjá þessum hugmyndasmiðum. Þú ert að tala Luna. Nei, nú ég að tala stablecoin. Ég að útskýra hvað stablecoin Já, sem Luna USD. Já, ég kem inn á það smá. Og það sem að snillingarnir á baku þetta að benda á að rafgjaldmiðlar ekkert notaði mikið í daglegu lífi út þegar það svo mikið flögt að þeim. Já. Og með því að búa til stablecoin þá ertu að búa til einhverja rafmynt sem hægt að nota í viðskiptum og þetta tengt við dollarin sem á að vera nokkuð safe. Já. Þannig að þeir vildu byggja upp þessa stabíli greiðslulausn og það svo sem til nokkri góðir sem að hlustendur kannski kannast við. Tether eitt og held ég stærst. En svo annað og það sem að mjög margir höfðu mikla trú á heitir UST eða kallað Terra. Og á bakvið það eitthvað sem heitir Luna. Og nú útskýr ég, Terra saman sem jörð, Luna saman sem tungl. Þannig að tunglið fer í kringum jörðina. Þetta allt voða kreatíft. Og nú endurtek, Terra, UST, jörðin, tengd við dollarinn. Og Luna átt að vera eitthvað svona gjaldmiðill eða kryptó sem að einhvern veginn átt að byggja á þessu. Innbyggt í þessu kerfi var eitthvað sem heitir Anchor sem að greiddi 20% vexti á þau Luna sem þú áttir. Og á tímabili náði þetta að vera stærsta stablecoin í heiminum og var með 9 milljarða læsta í snjallsamningum. Þá spurjum við okkur bara, hvernig virkar þetta? Hvað gerir þetta? Þegar einhver vill Terra, þá brennir hann Luna og býr til Terra. Þegar þú brennir Luna, þá verður minna til að því og verðið að þið fer upp. Það semst verið að minnka framboðið og þeir gefa sér bara að sé endalaus eftirspurn eftir því og þar af leiðandi það að hækka og þeir alltaf að minnka Luna, tunglið, til að stækka jörðina. Þegar eftirspurnin eftir Terra sem jörðin lækkar, þá lækkar Luna líka. Svo eins lengi og það eftirspurn eftir Terra þá hækkar Luna. Þetta kenningin. Hvaðan kemur eftirspurnin? Og besta dæmið fyrir þennan rafeyri eða stablecoin að þetta hafi verið notað af 20 e-commerce stores í Kóreu. Það var stærsta use case sem var komið. Það stóðinn í þessu í rauninni. Þannig að við erum að tala það að eitt stærsta stablecoin í heiminum fyrir utan væntingar fjárfestaðum að verða moldryggir byggði á því að þetta verið að fara að keppa við Visa og fleira í Kóreu út af því að þetta var komið í 20 e-commerce. Svo fylgdi að stærsta e-commerce í Kóreu, næststærsta væri að nota hluta af þessu. Ok. Hinn eftirspurnarhliðin kemur frá Anchor sem borgar 20% vexti og trekkir þá þar með að sér fjármagn. Þetta það sem maður hefur séð þegar maður kynna sér kryptó að það alltaf verið að segja sko og ég meina þú fær bara 8-10% vexti hvað er þetta að fá hann á bankabók það bara 8% verðbólga og það kannski alltaf lægi að vera í dag að tapa 7% ég ætla ekki að fara á það allavega ein ástæðan fyrir vinsældunum á þessar ágætu mynt var svo að stofnendunni þóttu vera með mjög skýra sín þeim fannst önnu kryptó ekki vera notuð sem rafeyrir
þess vegna tengdu þeir við dollar. Það þurfti alveg use case, þeir fóru í e-commerce. En þú veist, þú ert í rauninni ekkert að tengja þetta við dollaran, þú ert bara að tengja þetta við e-commerce í Suður Kóreu. Já, í rauninni. En þetta bara eitthvað svona, þú ert að reyna með þessu tengingu við e-commerce í Suður Kóreu að halda genginu í kringum $1. Ég er að reyna útskýrði eins og 5 sko. Ég veit ekki, ég er svona að reyna að skilja þetta. Þetta er það sem ég les út úr þessu skilja. Já, ég er svona það er náttúrulega, þá ert ekki með stóðina sem, þá er ekki dollarinn stóðin. Þú veist, það er mjög margt svona í Suður Kóreu. Já, þú veist, af hverju tókst ekki bara kóreska, hvað er það, One eða? Já, nei, Kína. Það skiptir ekki allir. Korean currency. One, jú. Já, er það líka? Suður Kórest One, já, skrifaður þessu alltaf UN. Herru, ok. Vefverslanir átt að geta lækka kortagjöld og spara pening með Luna. Og annað sem að þótti gera gott fyrir stofnundu þegar fórst að þeir geru grín að öðrum heimskum verkefnum. Það þótti þeim til upphækunar. Núna að fallinu, svona þegar þú ert búin að upplifa, þú veist orðið hvað UST og Terra er, sem að er á að vera peggað á móti dollar, 1 á móti 1, þegar dollarin er 1, þá viltu Terra sé 1. Og Luna svo þarna væntingarnar og eitthvað svona vextir greiddir á Luna til þess að spírala peningin í þar sem er svo selt til þess að ok. Undir lokin þá kemur þetta fram að þeir hafa verið með 20 miljardar markaðsvirði í stablecoin og 40 miljardar market cap sem L1 network. Þarna er í pínu tíndur sko. Allavega, þetta er svona til að setja fram hversu gigantískar stærðir er að eiga sér stað þarna. Rafeyrisforði Terra, það er alltaf gjaldeyrisforði, þú veist eins og Seðlabankinn er með á gjaldeyri til að verja krónuna og fleira. Mennirnir sem byggu þetta til voru sem sagt með rafeyrisforða, varaforða til þess að verja þess að Terra. Og það var rúmir 4 miljardar bitcoina sem er bara einhver svakaleg upphæð. Og þetta virkaði það þannig að þegar UST fór undir $1 sem þetta móti $1, þá seldu þeir bitcoin til að kaupa móti til þess að styrkja gengið. Svo ef þetta fór yfir, þá var fór það held yfir í Luna eða eitthvað, það skiptir ekki máli. Þeir allavega gerði einhvern fjandan til að halda þess alltaf í einum. Það sem gerist núna í vikunni eða síðustu viku, og það er talið að einhver mjög stór aðili með mjög mikið af peningum hafi ráðist á hagkerfið. Þegar þeir sjálfur stóðu því að vera að færa peninga á milli Terra og Luna eða Terra og einhver annar kaupallar. Og það sem þessi stóra aðilar hafa gert er að á þessum tímapunkti tók hann og tæmdi sérst allt lausafé eða liquidity á UST inn á einhver sem heitir Curve Finance sem var 300 miljón UST. Sérst einhver kaupi þetta bara allt á sama tíma. Hann tekur magnið og dömpa því. Byrja bara að selja. Þá byrjuðu þeir sem að stóða á bak við Luna að selja bitcoin til að fá meira inn í kerfið og það er fylgst með veskjónum hjá þeim. Þannig að þeir vita að þeir eru að selja bitcoin, þá kemur panik á markaðinn. Í þokkabót er talið að þessi stóri aðili sem að lekði á grátt hafi verið búin að taka skortstöðu. Þannig hann bjóst við droppinni í bitcoin, tók sæmilega naur þar. Þegar þarna er komið, þá er komið panik í allan mannskapin. Heyrðu, eigendurnir eru hérna bara að offloada bitcoini til þess að halda við, þá er að selja allt lausaféð í hérna Curve Finance. Allir í bullinu, kaupallir byrjuðu að frysta viðskiptin, það var bara allt í frjálsafalli. Þá kom meira panik og svo opnaði aftur og þá semst kemur meira sala. Á innan við 2 dögum var 50% af fjármagninu í UST horfið. Myndin Luna, sem er tunglið okkar hérna góða í sögunni, það er búið að fara úr 90 niður í 0,06 á rúmlega viku og það fór hærra, það fór upp í 100 og eitthvað. Svo er ég að skoða til dæmis Terra bara núna. Það er bara núna innan 24 klukkutíma 99,08% niður. Já, akkurat. Og það er, þú veist, það er ekki samt þessi stable. Þú veist, Terra hann var bara í fyrir bara nokkru mánuði síðan í, þú veist, 120 sko. Ja, bara í apríl, bara fyrir mánuði. Já, það er held ég Luna. Já, Terra. Nei, UST, já, Terra Luna og svo UST. Já. Og sko UST sem að... Þú veist, þetta sem þú ert að útskýra núna, þú veist, hvernig
voru í þessari fléttu Já. það er engin e-commerce markaður í Nei, Suður Kóreu að nei. fara að bjarga þessu sko. Nei. Þannig að þú sér það að það er náttúrulega engin stóð á bakvið þetta, jáfnvel þó að menn segja að þetta sé tengt við dollara, Já. skilur við. Þannig eru menn bara í einhverjum leikjum til að reyna að halda þessu í kringum ásinn, þú veist. Akkurat. En grunnstóðin er þá þessi, já þú veist, allavega rökið þeirra voru, eða rökin, eða bara grunnstóðin þeirra var bara þetta e-commerce kerfi í Suður Kóreu sem að Já, bara í rauninu upp á kannski eftirspurnina sem kerði áfram kerfið sko. einmitt. Þannig að það kemur svolítið í ljós að það er allt og mikið af svona svikum og prettum í kryptóheiminum sko. Já. Þú veist, þessar altcoins eins og það heita, þetta eru þetta bara byggir ekki á neinu. Jú, þetta á kannski að byggja á því að þetta á að vera eitthvað tengt við dollaran, en þetta er ekki tengt við dollaran. Nei, út af því að þetta var að gjaldeyrisforðin var í bitcoini. Já, ég er að segja það, og ég þurfum líka eitthvað sko. Já. Og það var sem að ríkasti kryptogaurin sem við tókum daginn sem var að keyra á bílnum. Þú tókst hann í fyrsta þættinu minni. Já, með rammynda höllina. Eitthvað Altman Friedman Johnman. Hann er mitt bent á það, þú veist, þú byggir ekkert upp gjaldeyrisforða í einhverju kryptó sem að mér síðan bara hrynja með því sko. Ég er samt sko með kryptó, nú er ég ekkert sérstaklega djúpur en ég hef nú kynnt mér þetta eitthvað, en ég er mjög hrifinn af þetta limited supply systemi sem að Bitcoin, þú veist, er að gera. Ekki meiri prentun, þú veist, hér ertu bara með eitthvað sem að, þetta er bara eins og gull, skilur, þetta er þrjótandi auðlind eins og við köllum það, sko. Þú veist, hún einn daginn verður hún búin, skilur, þú veist, eins og hagkerfi í dag er náttúrulega bara drifið á verðbólgu og hagvexti og bla 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 og þú veist, sem að myndar alltaf þessar sveiflur og rugl, sko. En Bitcoin vissulega er að sveiflast ógeðslega því að þetta er náttúrulega einhvers konar áhættu fjárfesting. Já, að miklu leyti. Mjög miklu leyti. Já, auðvitað er það, sko. 2 punktar eftir. Já, ok, líka. Urst er að nálgast aftur 0,91, fór neðst í 0,64, sem var kallað bara kjarnorkusprengja fyrir verkefnið. Því að ef það fer svona niður frá einum, þá bara er þetta dautt. Eigendurnir eru búin að færa 2,9 milljarða af Bitcoin til að stabilisa þetta. Og í rauninni það sem að situr eftir er að traustið á verkefni er bara horfið og það er í rauninni það sem að gera það verkum að mjög margir hafa ekki trú á kerfinu eftir þetta og munu þar að leiðandi ekki fara aftur inn. Skúrkurinn í sögunni, kenningar, Citadel sem er stærsti marketmaker í heiminum. Kannastu við nafnið? Já, heyrst það margótt meðal annars í kringu GameStop það er sami þrjótur. Og það er jafnframt sami þrjótur og gerði sem sagt DAO smá grikk hann daginn í einhverju uppbóði en við nennum ekki að fara yfir það nú. Heyrðu, ég held að við séum líka ég tæmdur, þetta var við erum líka að renna út hérna. Já. Við erum konir eitthvað yfir 40 minútur en það er bara að hafa það hérna á þessu. En eins og, bara með þetta krypto allt, eins og ég segi, þú veist, þetta limited supply dot er ekki einhvern veginn að gefa af sér þessa raun sem það ætti að gera. Veist, þetta er ekki orðið fullkomið, skilur. Engan veginn. Þetta er að flökta bara 60% á milli daga sem í, sko. Þannig að, en, sem ég segi, pælingin er falleg. Já. Herðu, þannig að ég held að við bara þökkum þá fyrir okkur í dag. Við viljum bara minna á Dýbit og Pingjan. Ætlum við ekki að taka Johnny Strikes Again, eða? Johnny Strikes Again? Já, liður. Það var að Debt in Acquisition. Já, nei, við tökum hann næst. This Justin. Sem sagt, hérna. Já, herðu. Ég sé þetta hérna. Já. Johnny Strikes Again. Jón Ásgeir. Auður Danielsdóttir, ráðinn forstjóri Orkunar. Kemur frá Sjóvá. Hver annar en Jón Ásgeir. Í brúnni. Það er Acquisition hann. Hann er að sækja til sín skipstjóra. Já. Johnny Strikes Again. Þetta var stuttuliður, svona rétt undir lokin. Við erum búin að vera með skel í hverju meinasta þætti. Já, það er reyndar. Það er aðal fjörið hjá þeim, sko. Það er nóg að gera. Hvað var aftur? Hófi í búðum skels á næsta tungli. Já. Ég held að það verði bara endalist hóf hjá þeim. Og öðru mætt. Já. Með fullar veigar. Já. Það mun ekki dreið. Brauð og kó. Það verður ekki dreið úr hófinu eftir hún mættir, held ég. Nei, þetta er bara rétt að byrja. Kæra þakki fyrir í dag, góða helgi, njótið helgarinnar. Já. Og gangið hægt glindir.